Þú má byrja. Já, þetta Suppulegur hlustendur. Þetta hlaðvarpið 2 á toppnum. Það mánudagur. Þetta sérstakur aukaþáttur. Mjög mikilvægur. Mjög mikilvægur extra heavy special tileinkaður Love Island. Þess vegna ég alveg svo bjánarinn að kynna þetta, ég veit ekki hvað að tala Mér svo gott að fá þig til að kynna þetta. Mér svo mikilvægt. Já, þetta mánudagur, þetta óeðlilegur og fáránlegur útsendingatími. Það við tölum alltaf eins og sem við veitum það ekki. Jú. Þáttur 112. Þetta þáttur 112. Já. Og við erum að fara að tala Love Island, seríu 12, UK. Wow! Mystical Forces. Já, og hjá okkur Elisabeth Inga Sigurðardóttir, fréttakona. Já, fréttakona á fréttastofu Sínar. Sínar. Eins og þú. Ég er þetta aldrei unna á fréttastofu Sínar. Nei, ekki? Nei, þú ert alltaf í frí. Ég er í orlofi þannig. Já, einmitt. Síðast þegar þú varst að vinna, það var þetta Stöð 2. Stöð 2, já. Fréttastofa Stöð 2 Vísis og Bylgjunnar. Já. Mjög, þó það var ekki nema bara fyrir þetta, þessa einföldun sem að þá getum maður alveg sætt sig við þessa nafnafreytingu sem ekki flúruð á odd. Nei. En heyrðu, þetta sem sagt, kemur þá annar þáttur á 50-daginn, bara svo ég sé með þetta. Já, það ekki, við ekki að gera það bara. Hafa bara annan þátt. Þetta algjörlega auka. Já, þetta alveg auka. Það er margir búin að senda mig skilabóð og biðja þetta. Elisabeth nefnilega, þú komst í eitt þátt einu sinni að tala Love Island. Já. Það var þá All-Star-serían í fyrra. Já, alveg rétt, já. Fyrsta All-Star-serían og það er önnu væntanleg á næsta ári. Og núna ætlum við bara að tala venjulega seríu, bara 12. seríu. 12. seríu Love Island UK. Breska, já. Þó margir séu að tala bandaríska líka. Ég hef ekki hort á þá seríu. Ekki. Hún á að vera alveg styrlagóð. Já. En þetta byrjar í Bretland ekki? Jú, þetta er upprunalega. Þetta eins og Office UK og svo kemur eitthvað amerískt Office, sko. Þetta er nákvæmlega þannig. Já, þetta er nákvæmlega þannig. Já. Okay. All right, hérna... Þú ert náttúrulega sérfræðingur, Tóti. Ég er sérfræðingur náttúrulega í sukki og sörlífi og framhjóðaldum og drykki en kannski ekki alveg á þessum forsendum en en já, en ég veit ekkert um þetta ég Hefur ekki hort á eitt þátt í þessari seríu? Ekki þessari seríu, sko. Það er svo brjála að gera hjá mér í öðru glápi og þetta bara hleðst upp. Já. Er þetta lágkúrulegt fyrir þig? Nei, alls ekki. Ég er lágkúri sem er middle name, sko. Þetta er bara spurning heldur alveg sko tíma. Þetta er ekki náma 60 hættir. Og svo líka er ég kannski bara heit og segið, kannski orðin aðeins svo gammal. Heldur það? Nei, ég veit það ekki. Ég meina samt, sko, ég horfði á nokkra þætti þegar við vorum fyrir síðasta þátturna þegar Elisabeth kom sem voru helvíti langt síðan, ekki? Jú. Já. Þá horfði ég á nokkra þætti bara svona til að setja minni þetta og mér fannst þetta geggjað, sko. Af því líka ég fíla svo trassi bretta, sko. Já. Trassi bretnar, já. Þeir var náttúrulega alltaf selga trassi í fyrstu seríu, fyrstu og annari. Já. Svo fóru þeir að tóna þetta niður og þeir með ekki drekka eins mikið, með ekki lengur reykja þarna eins og þau voru að gera. What? Hefur þú séð þessar fyrstu seríur? Ég hef séð svona nokkra þætti en ekki, þú veist, ég horfði aldrei í gegn, sko. Nei, ég horfði á aðra seríu í gegn. Það er rosalega munur einmitt. Þeir eru bara rosalega söflegt, þeir eru bara út að reykja og drekka og það er allt sýnt líka. Þú stundar kynlíf í einhverju fataskápi. Er það sýnt? Já. Nú, er þetta R-rated? Herru, en ég veit ekki neitt um þetta, þá ætla ég að beila. Ég er með hann Gussi er með mér. Langbestur. Okkar maður. Alveg upplýsa það, ég hef ekki borgað á Apple TV síðan að Slow Horses hætti. Var það ekki að kláraðist? Var ekki fyrir þess? Ég var ekki orðið svolítið síðan. Jú, herru, hann komst í fjárstýringunni gerð og kom og tilkynnti mér hróður. Ég er búin að borga fyrir sjónvarpið. Hann tryggði okkur sem sagt mánuð af Apple TV fyrir $9.99. Og gaman, velgerð. Mjög velgerð. Þannig að þá ætla ég að reyna að kíkja á þetta Hawaii dæmi þarna. Já, alveg rétt. Jason Momoa. Alveg rétt. Svo bara dót Terence Stamp. Allir voru að hissa, 87 ára gamall eða eitthvað, en einmitt. Geggjaður leikari. Rosalega flottur. Og við erum eitthvað búin að minnast þess á toppfólki. Einmitt. Ef við ekki bara láta þetta duga í bíli svo þið getur verið að komast í. Jó, svo getum við tölum mikið um þetta í næsta þetta. Ok, heyrðu, það er bara að skrúa niður í mínum. Og ég skrúa bara, slökka á þig bara. Ert þú númer 3, eða? Nei. Þú númer 2, þannig núna er slökka á Elisabeth. Þá bara, halló, nei, þá heyrustu bara á 50-daginn. Okay. Sæla sinni. Já, sjáumst. Á ég pási þetta eitthvað meðan þú ferði það? Á ég gera það? Heyrðu, þá Tóti farin, Elisabeth. Þannig að þá getum við talað um 12. seríuna. Hvað bara til að byrja með? Hvernig fannst þið serían? Og já, við minnum hlustundur á við tölum um þetta, þú veist, ég veit ekki hvort ef einhverju hafa ekki séð þetta, þú veist, við erum að fara að spilla þessu, við erum að fara að tala um þetta eins og, þú veist, við erum búin að sjá alla þetta, við vitum hvernig þetta fer, tölum um þetta alls saman. En hvernig fannst þið serían? Mér finnst þetta bara langsamlega besta Love Island serían til þessa. Bara svo allra? Já,
betri heldur en 5. seríu. Já, mér fannst það. Þetta bara hún svo ólík öllum öðrum. Svona dýnamíkin í hópnum, einhvern veginn, það var áberandi í þessari seríu svona vanalega Love Island halda til með stelpunar hópin og eru svona einhvern veginn stuði hver aðra, það var algjör svona sundrung í hópnum. Það voru svona 2 hópar, bara einlega frá upphæðu og þar voru Shakira og Tony, það einlega réðu svona annari klíkunni og svo hinum með var það svolítið svona Deshaun og hans kona, hvað hétt hún aftur? Meg og Helena Muggy Meg og hætta við Helena svona alveg bara 2 klíkur og sem voru bara svona andstyggilegar við hver aðra. Það var rosalega mikil heift. Já, mikil heift og svona ljót orðulátin falla og leðilegt að maður náttúrulega sækir í efni til að horfa á svona efni í rauninni, þetta sem maður vill dramað en þetta fór samt alveg oft yfir einhver mörk sko. Er það ekki það? Jú, fannst þér það ekki? Jú, mér finnst það nefnilega, ég nefnilega alveg sammála, þetta var alveg fáránlega góð séri og ég hef mikið verið að hugsa 50 séri að það er svona séri sem mér fannst vera hefur verið svo best að hinga til það var ekki Molly May og Tommy Fury voru í henni og eitthvað svona dæmi og svo stjörnur í þeirra séri en af því að oft í Love Island þá kemur það fyrir að það er svo mikið að dauðum köflum það er svo mikið í seríum það sem að gerist bara ekki neitt og eiginlega alltaf eftir Casa Amor þá liggur við að ég bara geti hætt að horfa þá er eiginlega allt búið en þessi Movie Night reyndar Movie Night geggja og svo náttúrulega er búin að henda líka hvað heitir þetta aftur The Grafties þú veist, ég er búin að henda því líka og það er mjög skemmtilegt en í þessari seríu, ég er nefnilega með sammálaður þetta bara hélt áfram og ég tók eftir því að ekkert er að festi ráð sitt í hvað þátt að koma þegar fyrsta pari var eitthvað svona very exclusive, þú veist sem er alltaf svona fyrsta skrefi, hvað sem það þýðir það er eitthvað svona, það er fyrsta skrefi átt að eitthvað svona sambandi það var ekki fyrir bara í 40. og eitthvað þætti það var galið og þá einhvern veginn gerist þetta svona eins og domino áhrif þá eru það allir einhvern veginn exclusive eftir það en ég hef alltaf verið þeirra skoðunar það fyrir engin í hana þátt til að kynnast einhverjum þetta er allt fólk sem er bara að leita einhverju já, er það, bara upp á síkast, þetta er allt svona áhrifavaldar já, ég menna, þetta er bara geggja líf sem er sækist í eftir þess að þetta, ég menna, þeir fá bara fullt af fylgjendum og það eru bara mikla fjárhæðir í spilinu þegar það er koma út, sko, þannig ég held að allir færi þáttinn bara til að, fá eitthvað klátt eins og maður segir, eða eins og Brettin segir ekki til þess að finna the love nei, guð mig góður, nei en svo er það bara kannski bónus en ég veit ekki hvort að eitthvað þessum pörum heldur einhverjum minni endast til dæmis Meg og Deshaun já, ég mikla trú á Meg og Deshaun mjög mikla trú ef við kannski bara, þú veist, ef við byrja bara ef við tala bara um þau þú veist, ég veit ekki alveg, ég var ekki múin að neitt ákveða hvernig nákvæmlega við vildum, en það er náttúrulega nokkri hlutir, þú veist, svakaleg hlutir þú veist, svona söguþræðir í þessari seríu, svakaleg hlutir sem gerast byrjum bara að tala um þau, ég menna þau voru svona það par sem að hélt sig lengst saman Meg og Deshaun, nema þetta var alltaf í einhverju tjúfusins brekku hjá þeim. Já, hún svona rosalega afbrýðisum og einhvern veginn svona óörugg í þessu sambandi og hann svona einhvern veginn flöktandi fram og tilbaka. Af því að í þessari seríu, er þetta ekki fyrsta sinn, var það kannski síðasta, því ég eiginlega datt svolítið út úr 11. seríu, sko. Ég horfði ekki það mikið á hana, sko. Þeir hentu inn auka Casa Amor. Mér fannst það mjög áhört, mjög snemmi í seríunni. Já, þeir bara henduðu með aðra villu. Þeir henduðu í Casa Amor. Það var svolítið gott. Það var rosalegt, sem bara svona, hvað köllu er þetta? Bara svona sleepover. Já, sleepover. Já, bara... Og líka tvist að svo var þetta sýnt í aðalvillinni. Einhvern veginn fólk gætt hort á stefnumótið eða sleepoverið. Mér fannst það geðvegt. Og það kom svolítið upp sérstaklega Deshaun þar. Og það var náttúrulega mjög erfitt fyrir þau. Einmitt. Sko, fólk svona sem mér finnst flesti sem horfa á Love Island, þetta er svona tvær fylkingar kannski, annarkvort varstu tím Meg og hennar klíka eða tím Shakira og Tony og Yas. Hvar varst þú? Sko, ég er nefnilega ógeðslega skemmtileg spurning út af því að strax í uppæði það þoldi ég ekki Tony. Þoldi hann ekki, sko, líka hún var bandarísk og ég bara, farið með hann bandaríska reym, ég vil ekki heyra þetta, ég er að horfa hérna á Breta og ég þoldi Shakira ekki heldur. En eftir því sem að leið á þeirra vegferð í þessum þætti, mér fannst að báðar eiga svo ógeðislega erfitt, sérstaklega Tony og það er náttúrulega eitt mögulegasta, bara rosalegasta dæmin sem við sést í Love Island Harrison dæmið, sko Tony og Harrison dæmið. Hann sem karakter. Bara það dæmi, það sem hann var að gera hann inni, ég hef aldrei séð neitt, ég bara svona óskamfilin í því sem hann var að gera. Hann og Harry, þeir voru sérstakar tegundir. Já.
þú veist, af hverju þú veist, það svo mikið að ræða hérna sko. Ég veit það. Maður svona að fara fram og tilbaka í þessu en bara áður en að, þú veist, við byrjum að tala almennilega það einhvern veginn, þú veist, trúður eins og, þú veist, að þegar svo voru þau á endanum rekin bara af fyrrverandi villu meðlimum þau tvö, Meg og Dijon trúður sambandinu þeirra þú veist, það eru trúað þessu það eru trúað því að Dijon væri in love það eru margir sem vildu bara meina að hann væri algjör phony mínir samfélagsmiðlar voru bara fullir af sérstaklega reddið þar sem fólk var bara þetta er akt, hann er að leika Já, sko ég var svolítið erfiðri stöðu af því ég horfði þetta svolítið eftir á af því ég vil gera þetta löglega Oddur ég horf ekki gegnum einhver svona sjóræning ég veit ekki hvað þú ert að tala ég veit, þú komst ekki við þetta nei, þannig að ég var sko aktíft að reyna að forðast samfélagsmiðla, þannig að ég vissi ekkert hvað var í gangi en ég vissi eftir á þegar ég fór síðan að skoða TikTok og Instagram og algoritminum fylgtist af þessu þá sá ég hvað mikil heift í garð Dijon mjög mikil heift sem ég kannski áttaði mig ekki á þegar ég var að horfa vissi ekki alveg hver einnigstaðan verið fyrir fyrst sko, ég er alveg sammála til að byrja með var ég algjörlega tím Meg og hennar klíka, mér fannst Tony óþolandi og mér á Shakira bara frekar andstyggileg og þær voru það báðar og Tony alltaf með þessa svipi og maður svo barnaleg rosalegt bully, hún er bully sko, rosalegt bully manstu mómenti þegar hún tók Emily, manstu eftir Emily já, hún bara þoldi hann ekki bara að hún þoldi hann ekki hún var svo bjart sín og eitthvað björt já, að hún var skemmtileg að þú veist að hún var ekki ógeðslega neikvæð og leðileg sko. og ég bara senda vinkonum mér og bara býta misti ég af einhverju hvert er vandamál, það er ekkert vandamál hún bara þólar hann ekki þannig að upp frá því, þoldi ég ekki Shakira og Tony og hennar klíku, en svo þegar leið á einhvern veginn, þá það fengi að finna fyrir því og þó var svona anstíkileg komment hafi verið látið falla af þeirra hálfu en þá fór maður svona aðeins alltaf að hallast meira og meira að þeim líka kannski að þegar maður vorkendi Tony, ég menna Harrison var skelfileg við hana ok, þú veist, ræðum það bara, ég meina, ég bara aldrei sé þetta áður í Lofeld og hvernig hann ég man ekki sem hvað hétt konan sem hann tók með sér úr Casa Amor ég man ekki sem hvað hann heitir sem er hrikalegt, sko, ég hefði náttúrulega að undirbúið mig og verið með nafnalista og svo frá mig, sko en svo kona hann tekur hana með sér úr Casa Amor og er þá samt búin að vera fram að því back and forth með Tony, svona back and forth og svo kemur hann með hana og þá einhvern veginn verða hann aftur vera með Tony leið og hann er mættur aftur í villuna sko. Þú veist, ég bara þú veist, og svo þegar hún dettur út þegar hún grátt biður hann að koma með sér og hann segir, ég verða að fá að sofa það var hræðilegt moment, hún var í alvörinu grátandi ég fann rosalega til með henni en svo verður maður samt líka að muna, hann er bara ungur, ég man ekki hvað hann er gammal hann er yngstur þarna, og hann er bara strákur og ég held að hann er bara mjög erfitt með sig ég held að hann sé ekkert eitthvað vond manneska hann er bara mjög tíndur og og ég meina það er bara heilmikið pakki að færa svona þátt ég sá það líka, hann er búinn að fara í sko botox og öllu andlit hann er yngstur og hann er bara búinn að sprauta allt andlit auðvitað, ert þú ekki búinn að þessu? Nei, ég ætti kannski að gera það bara þetta kannski að skella sér nei, þú veist, maður verður einhvern veginn, ég hef alveg líka samúð með honum, bara ég held að hann sé mitt bara tíndur og ungur og svo náttúrulega hlýtur að hræðilegt að stiga út úr þessari villu og fatta hvað þau hefur gert og einhvern veginn þú er bara þekktur fyrir þetta hann náttúrulega allar umræðarnar þetta og ég held að það sé bara sannar að hann tók ekki ákvörðun hætta þessari villu sko. Ég held að pródusentarnir hafi verið bara heyrðu þú veist að við erum að tala um að það voru sko svona feministk samtök kvenna samtök í Bretlandi sem voru að tjá sig um þetta sko. Senda frá sig yfirlýsingu hans hegðun og bara að þetta væri manipulative þetta væri eitru hegðun, þetta væri skólabókardæmi ofbeldis svona sambönd og svo framvegis sem er rosalegt sko. Og þetta vakti ekkit eðlilega mikla athygli þetta er náttúrulega bara, þetta var ekkit eðlilegt ástand og ég held að þetta spila alveg stóran sessi því að Tony vann seríuna sko ég meina hún náði fólki bara sitt band og ég meina það er náttúrulega styrla í rauninni að hugsa til þess að hún er bandarísk og vinnur seríuna það er enginn í Bandaríkjunum sem getur kosið nema einhverjum krókalega mögulega en það er náttúrulega risa þetta var besta sagan þetta var það og náttúrulega hennar maður, Chase minn maður heit hann ekki Cash ok, fyrir ekki, Cash ég man alltaf eftir nafnið, þetta er svo geggja nafn Cash hann er bara geggjaðu gaur sko, hann er flottur ég held, það var tára hvarm hjá mér þegar hann var að gráta yfir henni það var rosalega og þessi gæi sem er reynda með alveg hræðilega hárgreiðslu sem endaði með Angel hvað heitir hann, þú veist ég man ekki hann endaði með Angel, endaði í top 4 þau fengur samt 80%
sem er að hæsta sem að einhver í fjórðarsæti hefur fengið það er aldrei neitt fengið svo mikið þetta, ég var rannsókn að vinna og hann líka með svo hræðilega hárgræslu, það er fyrst eina sem ég hugsaði sko. Pretty boy, einhvern veginn en sko, hvernig hann hugga í þessu mómenti líka, þetta var svo fall þetta var mjög fall, þetta var með heilbreykt og þetta var bara, ég held að allir hefði haft gott að þessu en líka bara einhvern veginn Hægðun Harrison verður til þess að hún skyggir svolítið á framkomu Harry var náttúrulega algjörlega hræðilegur í þessari hann er hræðileg típa það er mögulega versta mannskja sem ég séð í þessum þáttum þegar hún var líka bara drullu sama og þannig getur við ekki búið fyrir okkur aldurinn sko. Maðurinn er fættur 1995 hann er ævaforn hann er 30 ára gamall sem er mjög í Love Island árum það er komið upp í hann er ég gamall og ég, ævaforn í Love Island eldgamall en já, hann var náttúrulega algjörlega fáránlegur Býtum við, revjum þetta aðeins upp hann er settur með hverjum aftur, manstu það? Ég man ekki var hann ekki með Shakiru hann allavega fór frá Shakiru til að vera með Helenu og fór svo aftur til Shakiru svona í megindráttum það er til annað rosalegasta dæmi sem ég sé líka því það gerir svo seint að því ég var bara, Harry og Helena bara, þú veist, ég var að hugsa bara þau getur unnið þetta bara, skilur að því það er eitthvað svona dæmi og það var mikið rætt á samfélagsmiðlum á þessum tíma hvað Helena væri meðvirk og hún var það rosalega greið að því hún hefði aldrei verið í sambandi áður sko, sem var líka svolítið svona upplýsandi sko, og svona, akkur hefur aldrei verið í sambandi kannski að þú lætur allt yfir þig ganga já, hún gerði það og hún var náttúrulega rosalega meðvirk með þessu ástandi og fyrst var maður bara eitthvað en þegar leiða á var þetta orðið bara fyrir eitthvað vandrarlegt og það fyrir sjaldan gerst í Love Island að Maya Jama sem er hóstinn að hún einhvern veginn svona nefnið einhverja hegðun hún stóð þarna við fire pit og var að spyrja Helenu bara beint út ég menn akkur alltaf að hlæja Harry og hvernig hann hefða sig finnst þér þetta alveg fyndið, finnst þér er ekki skilið betra og er ekki betra skilið og þetta er ekki oft sem að hóstin einhvern veginn svona lætur sig einhvern veginn framkomu annara varða þannig að það var svolítið stort moment og svo fannst mér stærsta moment í þessari seríu og mér eru sjaldanlega hræðilega þegar ég horfi á sjónvarpsefni er þegar að Harry var farin frá Helenu og Helena ætlaði að standa fyrir sjálf og sér segist ekki ætla að vera vinkur hans on the outside var við sletti svo mikið en fer svo knúsar hann mannst eftir þessu já, huggar hann þegar hann var grátandi hann var grátandi, hún leitla af því að þannig voru allir á múndunum af því að hann var skítall og þá var hann rosalega leiður og það var auðlust að hann var leiður út af því að hann var ekki leiður, hann sá ekki eftir hennu hann var leiður út af því að allir aðri voru hvað er aðeir, skammast þín hann var leiður út af því hann var ekki, þetta var ekki eftirsjá hann hefur það ekki í sér en bara þegar hún faðmar hann þetta var hræðilega vandræðilegt veistu hvað mér varst vest? Hvað? Hegðun foreldra hennar gagvart hún já it's alright, that's life og ég bara, nei, segja hún að ég þetta skít og þannig sá ég bara, hún er alveg upp í þessari meðvirkni sko. bara, þú veist, engin árekstrar og ekki neitt, sko, pappi hennar svona ógeðslega krútlugu gamalt kall mjög líkur henni eitthvað mjög, það var hræður mamma hennar Shakira var miklu betri bara, nei, ég er ekki að vera að knúsa þig sko. og mér skilst, af einhver segum að þau enn þann dag í dag er ekki búin að taka henni sátt nei þarna þurfum við líka að ræða aldrei sko. Shakira er líka kornung sko. hún er bara augljóslega ég veit ekki skilur en er hún ekki bara að fíla bad boy dæmið og jú, ég fann bara til með henni restin hún er augljóslega bara mjög skotin í honum mjög hrifin á honum og það er einhvern veginn bara blindar allar aukvöksun hjá henni, greinu sko, það er bara hræðileg típa þegar hún var hana grátandi yfir því að þeir voru að tala um að hún var ennþá hrifin það var líka svakalegt moment og hún var grátandi svona grátur aður og bara fake people rosalega, líka það var augljóslega hún var að taka þetta inn á sig sko, að þetta var satt veist, það var rosalega þessi seria hætti bara ekki sko. það er þetta að tala um þetta endalist, þetta var rosaleg seria og mér fannst það eiginlega, þegar ég pæli slíbóður gælurnar, ég vil sko réttlæti fyrir þær sem að mæta hann í slíbóður myndi Sjón og þessum gæjum og hann að hinum gæjum sem að svo bara hætti í seríunum mjög snemma og enginn þeirra tók þar með sig og það kom enginn, þau voru 2 eða 3 sem fóru yfir Var Jas ekki í þessu? Jasmín, jú, hún var í þessu hún kom yfir hún er líka, minnst hún smá segur í mínum augum bara hún persónulega, af því að þegar hún kom inn þá gerðsarlega
þoldi hann ekki. Nei. Mér fannst hún var eitthvað svo rosa, þetta bara á fólk að vera hreinskilið, en hérna, hún var bara fannst eins og hún væri komin að inn bara til að pika fæt og hérna, hafði ekkert mikið álita af henni, en hún vaks alveg gríðarlega mikið í þessum þáttum og hérna, svona einhvern veginn í síðustu þáttum, þá hélt maður smá með henni. Já. Algjörlega, ég bara, hvernig ég beiti, þú veist, hvernig ég í líkamann, ég sit beinn, alltaf. Þetta rosalega. Þetta galið dæmis. Bara, þú veist, hvað máli með þetta, hún bara situr þráðbein, alltaf. Og líka gott hjá einhvern veginn bara að vinna með þetta líka, hún fór ekki að grína sjálfur sér í talentshow, hún var geggjaðri, hún var að kenna öllum hvernig þetta beita sér. Þú var þetta talentshow, ég upplifði svona eins og ekkert að væri með eitthvað svona hæfileika fyrir utan Meg var með diskana og skemmtilegt sko, allt hitt og bara eitthvað þegar Tony mætti var bara með flöskur Las Vegas það var hennar hæfileiki þetta bara eitthvað skemmt það var ógeðslega fyndið þetta er sturluð serja já, var eitthvað svona, þú veist, fannst þér eitthvað það var mómentið, þú veist hvað önnur móment, fannst þér eitthvað önnur móment sem standa upp úr sem við höfum ekki talað um það Mér fannst movie night alveg sérstaklega svona gott það er náttúrulega þeirra mikið drama Harry og Helena bara, þetta er að hrynja þetta er bara hrunið þegar hún einhvern veginn áttar hún sér það bara í augunum á henni hún loksins bara áttar sig á því hvað hann er fáránlegur og hérna hvað hann hefur komið illa fram við hana og líka einhvern veginn þegar var sýnt hérna þessi orðaskipti á milli stelpnanna sko Meg og þær voru einhvern veginn tala hræðilega Shakira og Tony og öfugt Já, það voru báðar einhvern veginn og ógeðslega sárar samt líka báðar einhvern veginn hvernig getur þú sagt þetta en allir búin að láta einhver hræðilega orð falla Já, en þeirra orðaskipti svona kannski eina skipti sem ég hugsa bara wow, þú veist, það var svo augljóst eftir sko það var eitt mómentana eftir múlunni sem að það voru bara ég myndi ekki eins og vera vinkona en on the outside ég vil ekki tala við aldrei aftur, þú veist, ömurleg eitthvað, það var svo fárlega Shakira var svo fárlega kvassirt Já þú veist, og svo auglust að þú veist, bróðisandinn fóru eitthvað inn í að reyna að brúa pilið eftir þetta svo hérna sest Tony niður með Meg og bara eitthvað, þetta er ekki við, þetta eru strákarnir sem eru að koma til okkar, ef ekki vera vinkonur hún bara, jú, þetta skiptir engu máli trúur þessu ekki en þetta var bara svona sérstaklega næsti þegar það voru að kommenta og bara útlit eitthvað neginn og hver var það sem sagði að einhver væri bara ljót í einhverju bikini eða bikini færi en ekki það var Shakira og Tony það voru mjög ljótar, það voru að tala um Helenu hún lánaði Shakira lánaði Helenu bikini og sagði sem hún væri ljóti og ég bara svona þegar maður er ekki vanur að heyra þetta þegar maður er vanur að heyra, ég meina fólk er að kalla hvort annað bara hérna muggy, þú veist það er svona ímist sem maður er vanur en þetta er svona sérstaklega sko ég veit að Harry er jafngamall okkur en ég veltir samt fyrir mér hvort þið sé eitthvað svona kynnslóðdæmi það sem er að gera snúni loðald sko. að mér finnst þau öll vera svo fucking eigingur þau eru það þau eru mæta öll og eru bara þú veist, ég er bara I'm open for everything þú veist, þau voru opin fyrir öllu í svona 50 þætti þú veist, ég bara, hvernig virkar þetta þú veist, hvernig, þú veist, ert ekki með samviskubit þegar þú ert eins og Dijon, skilu þannig hann er bara hann var að tala um alla gælundar hann upp og ég held að það hafi verið það sem að feldan, þú veist, að fólk bara treysta hann ekki það var náttúrulega svakalegt þegar ættingjarnir mættu og systir hennar og mamma hennar Meg eða eitthvað voru bara, heyrðu, þú veist, það bara þú getur ekki treystið sem gæði, sko hann var líka svolítið að gaslýsa alltaf þegar þau voru rífast skilu, að hann gæti aldrei rifist hann var alltaf bara hættu þessu hann var alltaf að fara sem svo hann uppáhaldskeppandinn minn með besta nafni, Billy Kiss besta nafn sem ég heilt í Love Island hún var að rifast það, var ekki hún var eitthvað að rifast það og hann bara, hann fór bara veist, og þegar sagði Meg bara, ekki gera þetta, það eru myndavælir það var svolítið honum að falli held ég þá fattaði maður og þetta er bara algjör leikþáttur hjá honum en ég held bara, heldur samt ekki, ég menna þetta er 12. serían af Love Island og ef þú ferð, ég menna þetta fólk hlýtur það eru margirna sem hafa sótt oftar en einu sinna að komast inn á þátt, myndi ég halda ég menna það er mikið í húfi eins og ég sagði heldur þetta fólk sé ekki búið að stúdera það hvernig þú kemst sem lengst í þessum þætti svo það er náttúrulega það að vera með drama þér er hent út ef þú segir ekki neitt og ert bara svona einhvern veginn lullast bara áfram bara passíður vinur allra það eru þessi fætar sem komast í enda komast sér lengst sko Jú, en það hefur samt verið í tísku að setla miklu fyrr veist, það hefur verið miklu meira svona bara hvað við erum saman og hérna og svo þú veist þegar Dijon sagði eitthvað I love you þegar hann sagði I wanna make you my girlfriend ég horfði á þetta ég bara ég veit það
og svo var það hennar vörn í öllu einhver var, þú veist, það var fólk we're boyfriend and girlfriend now það var einhvern veginn svona einhver endastöð og þar með einhvern veginn var ekki hægt að hakka neinu og þetta var þá fór maður að finna rosalega til það er líka verið að gera mikið grínan á TikTok út af þetta svo náttúrulega, þú veist að einhver stjúpsystir Dijon eða frænkan er þetta ekki systir bróðir hans systir bróðir, það er múin að skrifa bók Surviving Dijon heitir það ekki? Jú maður verður að lesa þetta einmitt en hefur hann eitthvað að adressa þetta? Ég held ekki, sko. Ég er ekki alveg búin að fylgjast með þessu, sko. Og svo eitthvað, þú veist, Tony og Cash eitthvað að reyna að koma sér fyrir í Bretlandi, sko. Já. Svo voru miklar umræða líka Angel og hún væri rauninni bara að, þú veist, settla með þessum gæði. Já. Og hún væri, að því hún var, fólk mikið að velta sér fyrir sér Instagramin hennar, sko, að því hún eitthvað módel. Ok. Og hún bara eitthvað í Dubai, aðra helgi, og meðan að gæin hennar bara eitthvað venlegur, sko. Ok. Þannig að fólk var bara, þú veist, þetta eitthvað kæftið. Já, ég kæfti þetta saman ekkert mikið. Það er bara leðileg, þú veist, það er bara ekkert að frétta á, Nei, hún var svolítið mikið follower, sko. Já, og komið bara seint inn og ég menna það hlýtur að rókslega erfitt að skapa sér eitthvað sess þarna þegar þú kemur svona seint inn. Já, hvenær myndi maður helst vilja koma inn í þú veist, ég held að versta hlutskipti sem strákur til að koma inn sé Casa Amor. Já, það er hræðilegt. Þá bara að þú kemst ekki inn, að því að gælur ekki að fara að breyta, skilja. Þær eru miklu tryggar einhvern veginn. Ég held að það er best að vera bara frá upphafi, OG. Með svona einhvern veginn sagan sína mann að þeir ná lengst. Einmitt. Þá er fólk að kynast heim og svo fram við, sko. Já, hræðilegt að koma Casa og eiginlega bara allt eftir Casa er mjög erfitt, myndi ég halda. Ég nefnilega hélt núna að serían myndi bara klárast eftir Casa, en það gerist aldrei. Nei, ég var bara helt áfram alltaf eitthvað nýtt drama og ég er rosalega ána ég var að hugsa, er það fyrsta sinni þessari seríu sem þau fara ekki á svona final date þannig að leðilegast sem ég horfði á oh my god, herri, ég fatt að það ekki þáttir í það að þau fóru einhver svona ótrúlega frambarlega og flott date, ótrúlega leðilegt að horfa wow, vel spotta, ég fatt að ég hef ekki minnst á þetta mjög gott múf að henda því út þetta var alveg glata, mér fannst nefnilega oftast seinni hlutin af seríunni bara að vera orðið glata til því, það er rétt hún nefndir ekkert að horfa á þetta, sko þau vissilega fóru eitthvað svona date í villun en það var bara eitthvað hluta þætti það var líka breytingar á hæta veginu, var það ekki bara fínt eða? Þú veist, núna verða þau bara með ekki verið, eða var það líka í síðustu, með ekki verið sambandi og með bara fara yfir daginn eitthvað og geta gist þarna samt, eða ekki það? Já, mátt bara fara inn með þeim sem er ekki koppúlið þitt. Já, einmitt. Og mátt gista þarna, með þeim sem er ekki koppúl, já. Mér finnst það svolítið gott múf. Já, gott múf, sko, gott múf. Þannig að við erum vantilega mjög spennt fyrir þá Love Island All Stars sem að kemur í vetur. Hver heldur að mæti? Heldur að vera einhverju þessari séri? Já, ég allavega las mér til að eina af Casa Amor stelpunum sem að komi yfir sem ég man ekki alveg hvað heitir þetta er rosalega gott útvarp hjá mér og vel undirbúið hana langar að koma, sko hún var að deyta einhvern gæja og kom fram í síðast þættinum og hún var að deyta hann og þau voru eitthvað svona að rífast að hann fór í sleik eftir að hafa drukkið eitthvað Blue Lagoon Aranja hún er algjör típa í þetta hana langar að koma aftur í All Stars þannig að það verður líklega hún, sko talandi hana, hún fer inn úr Casa með Ben, leigubílstjórunum og það var mikla vangaldur það hvort hún væri raunverulega farin við honum af því hún væri hrifin á honum eða hvort hún væri að ná sér í einhvern veginn stað í viljunni til að fara svo að reyna með Dijon það var margir sem heldur því fram hvað heldur þú? Mér finnst það alveg líklegt, sko ég meina að þetta gerist aldrei, skilja þú veist, þetta gerist alveg, ég er ruglast núna en mér finnst það alveg líklegt svo er líka annað, ég var að fatta að við erum ekki sem hún tala að fyrir hann kærasta Harry kom í hennan þátt, sko sem var mjög skrítið það var allt mjög skrítið, sko og þegar hann var að þefa af handakreikunum á henni það var mjög skrítið, sko það var ekkert eðlilega skrítið, sko hann er ótrúlegur gæi, sko þú veist að hann fór í hárigræslu já, ég sá það hann og Ben fóru báður í hárigræslu, sko já, bara flottir mjög flottir gali, sko ég er ekki aðdáandi hans hann og Harrison, þeir skora ekki hættu mér hvað er málum með þetta tungu þegar mér Harrison hann er alltaf hérna já, einmitt hann er alltaf með tungun út þú veist, hvað er málum með þetta hann gerir þetta í hvert einu sinn hann lítur að vera eitthvað dópisti, sko ég held hann er bara eitthvað erfitt, sko ég finn eitthvað smá til á hann þó hann hafi verið mjög vondur við Tony en heldur að Tony og
hvað er hann, Cash? Þau endist? Ég veit það ekki, sko. Nei. Það svo mikil menningamnur. Já. Er það ekki? Jú. Það Bretum og Bandaríkjum, Já. það rosalega, þú veist, það menningamur. Og hvern langar að flytja, þú veist, ég veit ekki, Bandaríkin eitthvað neginn versus Bretland, þú veist, jú, kannski bresku matur, sko, veistu hvað ég gerði þessari séri? Hvað? Ég horfði fyrsta sinn á eitt svona hana ekstra þátt. Já, Unseen Bit. Ég hef horfði aftur sem í öðrum sérum, horfði þetta ekki þessu sem galið, ég þátt að gera, en ég horfði á Unseen Bit og hún talaði mikið þessum þetta sem ég horfði á, hvað maturinn þarna væri vondur, breski matur. Já. Og ég bara, þú veist, svona Bretland, það ógeðslega matur í þessu landi. Ræðilegt, já. Þú veist, ég hef ekki miklu trúið, sko. Ég verð að segja, sko. Nei, og mér varst svona smágur, ég held hún sjálf hrifin á honum, en mér varst svona að sjá það einhvern veginn í úrslitaþættinum, en mér varst svona smágur eins og legt, hún var svo ótrúlega hrifin á Harrison. Já. Það sást bara mjög greinilega. Og einhvern veginn svo fer Harrison heim, þá er hún alltaf bara svakalega hrifin á mínum manni Cash. Svona snögg skipti einhvern veginn, ég var ekki alveg að kaupa þetta til að byrja með, en svona einhvern veginn jú, ég hún ekki svolítið hrifin á hann. Jú, þú veist, ekki líka bara, sko, að því að hún fekk svo ótrúlega slæma útrið. Þetta svo mikla öfgar, skilju. Far úr Harrison yfir í Cash. Já. Þú veist, far úr einhvern sem bara, veit ekki neitt og yfir einhvern sem bara ótrúlega þægileg, sko. Ég veit annan sem að verður 100% Love Island All Stars og var algjör stjarna, sérstaklega sem Unseen Bit sæti, sem að fór ekki mikið fyrir honum, en hann kom aftur. Blue. Já, hann skemmtileg típa. Að mjög skemmtilegur, sko. Ekki það, hann gekk ekki í hjá honum, hann vildi engi vera með honum. Nei. En hann var, sko, hann leik á alls oddi. Er það í Unseen Bit? Hann var alltaf, hann og Angel voru einhvern svona leikar sem voru svona þykjast fyrir að kasta kúlu, þú veist, til hvers annars. Og það var ekkert eðlilega fyndið. En það eina sem þessi Unseen Bit þáttur sýndi mér hvað þeim fucking leiðist í viljunni, sko. Þau töluðu nokkur það, þetta væri bara drep, það bara, þau eru bara þeim leiður svo mikið, þau eru ekki að gera, þau eru ekki með þú veist, net, þau eru bara, þú veist þau eru bara hangað. Það veit ekki hvað klukkan er. Það líka gal. Það liggja bara sólbak og þau veit ekki, bara eru 5 tímar eftir að deginum eða 2 tímar og fáðu ekki að vita, þú veist. Nei, þau eru öll með síma, en það mismunandi klukkan er bara 2 hjá einum og 5 hjá öðrum og 3, þau veit ekki hvað klukkan er. Akkur veit ekki hvað klukkan? Ég veit það ekki. Er það ekki eitthvað mannréttindi? Mér finnst þetta bara smá eins og eitthvað fangelsi. Mér myndi líka ekkert eðla illa ef ég myndi ekki veit hvað klukkan var. Og veist ég hvort það er eitthvað alveg að koma kvöld eða ég held að þetta sé mjög óþægilegt. What the fuck? Og eru bara föstar neina, en það sér maður líka á þeim hvað eru glöð þegar það bara stendur hið minnsta til. Áðurinn í sleppur, Elisabeth, þá höfum við ekki talað Connor, írska parið, Connor og Megan. Hvernig fannst þau Connor, hann var mikið að fara á milli og þau einhvern veginn, svo fara Megan aftur. Hversu heppin? Já, einmitt, mjög heppin. Ekkert eðlilega heppin, hann var samt búinn að vera með öllum öðrum og það kom náttúrulega alls ekkert í greina hjá honum að fara með henni. Nei, hann ætlaði ekki með henni og ég áttaði mig ekki á því að hann var eitthvað mega hrifin á honum, hrifin á henni fyrir hún kom tilbaka og hann var eitthvað svo svakalega glaður. Ég var smá búin að gleyma því að þau hefði verið eitthvað þing að því mitt, hann fór svo mikið á milli. Mér fannst nefnilega að það var eiginlega mest svona, ég skildi ekki þegar hún datt út, mér fannst það svo harkalegt. Það var svo skrítið það var mjög óvænt. Að hún var frekar virkaði vinsæl og svo bara, nei, datt nú út, verður að fara. Það var svona, Svo var líka svolítið nýtt þegar var það ekki að segja Kýra sem átti að henda einhverjum út og hún valdi þann sem var minnstur vinur hennar í rauninni og viðurkenndi það bara, hún sagði bara ég ætla ekki að henda vinum mínum út og var svolítið gagnrýnd fyrir það sambýlisfólki sínu nefnilega, það var mikið af þessu mikið af nýju, og líka þeir blútatt út í fyrra skipti sko og þau áttu að velja eins og þeir áttu að velja þeir tveir áttu að útkljáða hvort þeir að færi það var rosalegt og þeir voru ekki, ég er ekki að fara auðvitað myndast þannig að vinasambönd og ég meina er eftir að henda vinu sínum út en ég meina með svona í gegnum tíðina í svona fyrir seríum þá hefur verið svona ákveðin samstæðum það að þetta sé samt Love Island þú er að gefa þeim séns sem einhvern veginn er í einhverju pari en hún var bara mjög hreinskileg með það bara, nei, ég er ekki fyrir að gera þau eru svo ógeðslega eigin það er eitthvað þetta er held ég eitthvað kynslóðabili kannski erum við bara gömul fyrir þetta tíð við erum að vera gömul fyrir þetta en mér finnst ég líka bara að vera upplegað þetta það er eitthvað svona samfélagsmiðla þau eru búin að vera svo mikið á samfélagsmiðlum bara allt sitt líf eiginlega þeim vantar samkennd ég er að segja það
þau eru ekki, þau eru öll sociopathar það sást í þessari seríu þau eru öll geðsjúk. Það er náttúrulega sérstakt fólk sem sækir að fara reyndar. Ég meina, myndir þú gera þetta? Nei, líka getur séð mig fyrir hérna á bumbunni hérna, skjanna hvítur hérna, hræðilegt sko. Nei, en það er líka kannski munurinn að ég meina það er bara svo ótrúlega mikið í húfi núna þegar samfélagsmiðlar eru svona mikil velta á penningamurinni. Ég meina í seríu 2 þú veist, þú komst út og þú varst bara eiginlega nobody það var ekki svona mikið í húfi þá fór fólk kannski frekar til að leita ást en ég bara neita að trúa einhver fara að til að finnast ég held að þetta sé bara en svo þetta þessi pör alltaf niður þú veist þegar hérna, nýja brumi fyrir af og athygli minnkar þegar þú veist svo eftir þú veist nokkra vikur skilur þá enginn að fara að tala seríu 12 skilur þá allir að fara að hugsa All Stars og það bara koma vetur og þetta sumarlöku búið sko. Og ég held að geta alveg verið ég er með kenningu að þú veist það er ákveðin svona hagur í því fyrir þau að halda sig í pari í kannski svona 3 mánuði eftir að koma út úr viljunni af því það er svo ótrúlega mikið að viðtölum og það er mikil eftirspurnum þau eru fann eitthvað rauða dregla og gera sem par og ég meina þú veist Tony og Cass, ég meina hann er kannski ekkert mjög spennandi karakter til að fá í viðtal en hún er það og hún einhvern veginn svona lyftir honum upp svo svona einhvern veginn tver brumið af eða þú veist þetta hættir að vera spennandi þá er gott að hætta saman því þá fyrir umfyllun þannig hérna ég held að þetta sé líka ákveðin strategi sko og svo mynd bara gleyma allir hverju það ert sko ég hlakka svo til að skrifa fleiri fréttir og vísi Love Island stjörnur hættar saman þetta var að klikkar ekki sko nei, það er ekki content en hérna, Elisabeth, bara geggja að fá þig geggja að tala þetta þetta er rosalega serið þetta er rosalega serið, en ég er búin að heyra með þetta eins og sagðir að Love Island USA sé ruggluð í ár ég verði eiginlega að komast yfir maður verður eiginlega að prófa að horfa á þetta sko. það er eitthvað með bandaríkjamenn sem ég hef ekki verið að fíla sko. maður sækir svolítið hann að breyta sko. en bandaríkjamenn eru meira einhvern veginn up in the clouds alltaf I'm in love eftir 5 þætti og með breyðnar en var þetta ekki síðasta serían sem Ian Sterling talar yfir? Nei, í alveg Mér finnst ég hafa lesið þangstar í alveg Hann ætlar að tala yfir í USA en er hættur í UK Ég voni sér ekki að ljúga í alveg Ég held það Það er gal Hann sagði mitt sko núna þetta var í fyrsta sinn sem hann tók báðar á sama tíma þannig að hann var með 2 mæka sko. 1 mæk fyrir bresku og 1 mæk fyrir bandarísku Hann er alltaf fáralega góður í þessu Ég veit ekki hvernig það verður ef þetta er rétt sem ég heyrði Mér finnst hann svo ómissandi Hann er ómissandi, það er nefnilega mál Hann er ekkit eðlilega góður í þessu sko. Kannski verður þetta bara síðasta serían sem hann horfir á Jesus Christ, heldur þú sætt ára á það? Nei, auðvitað ekki En ég meina, mér finnst hann alveg ómissandi partur af þessu Mér finnst All Stars það er skemmtilegt En þetta Love Island Games það var ekki alveg, ég var ekki að kveika því sko. Fara í eitthvað leiki og ég skildi þetta ekki alveg sko. Ég sammála, en All Stars maður verður að horfa það, er það ekki bara januar? Það er alltaf vetrarsería, sendaði alltaf til Suður Afríku það sem er sumar og þá verður það væntanlega eitthvað geggjað og blandaður fleiri seríum því það er náttúrulega Australia líka og eitthvað svona dæmi sko. Ég held að það sé líka ruglað sko. Ástralanir eru náttúrulega rugglaðir þannig að þetta verður gott Ég held að við bara coveruðum ekki vel ég held að séum ekki að missa á neinum punktum það náttúrulega gerðist ekkert eðlilega mikið í þessari seríu Við erum pottið að gleyma ykkur en það byrði bara betri tíma En það þurfti bara að taka siðblindingana Harry og Harrison þeir voru mikilvægastir Tony náttúrulega, Shakira dæmi sko Jas Sorglegt með köttin Hvað var með köttin? Mjá, maður var að tala um kötti sinn Mjá Svona alltaf klóra alla, hún var svolítið kisa sjálf Svo kemur hún út af viljunni Kötturinn er dáin Ég var ekki búin að heyra þetta Ég sá þetta yngstar á Instagram Í alveg? Já Hvernig dó kötturinn? Ég veit það ekki, hún er bara dáin Ótrúlega skellir Það er hræðilegt Það er hræðilegt Jesus Christ Herðu, talandi það Hún á týpura, ekki týpura, systur sem er alveg Hérna þegar börnin kom inn Meðist það er endur aldrei neitt skemmtilegt Nei, það er rosalega lágpuntur En hérna, það er einhvern veginn að dressa hann það hana langar bara aldrei að eignast börn og maðurinn hennar sem mann aldrei hvað heitir sem var með pari, langar að eignast börn hann kom svo og sagði bara þetta er ekki dealbreaker sko ég held ekki hann er ungur til þess að þetta sé dealbreaker en þá var maður svona ég er bara gangi ykkur vel bara, ég held að sé mjög rætt að segja að það sé ekki dealbreaker fyrir langari börn en hana ekki ég var ánægð með Jasnir hún var alltaf hjóli í Sjón og var eitthvað vildi tala og hann var eitthvað, I'm eating það kom rosalega illa út I'm eating bread, hvað var hann borðað? Ég man ekki hvað hann borðað, pasta I'm eating pasta og ég ok, Jesus Christ
og það var leiðinlegur Já, það var í hann var tímjas svo, já, emitt hann var Já, svona, þá var maður rann tímjas Já. Hún alveg óks gríðarlega algjörlega, Mér fannst það. absolutt Herru Elisabeth, takk fyrir að koma tala Takk um fyrir, já, þetta, þetta 40 mínútur er það ekki bara fullkomin Ég held það. tími í, þú veist við erum búin að fara yfir Eitt lofaland þáttur við erum búin að fara yfir, já, nákvæmlega þættinir eru náttúrulega þurfum að ræða hvað þetta eru margir þættir Allt og látt og, já svo náttúrulega datt ég alveg niður sko, langt Já, alla eftir jafna er þetta allt og látt og allt og margir þættir En í ár fannst mér þetta Ég Þetta hefði slapp. viljað meira, sko já, þetta slapp núna já, af því að núna var eitthvað action já. en þau eru algjörlega, eru ekki búin að finna myndir ekki segja bara, þú veist, þau eru búin að finna þú veist, bæta við grafties taka út þessi ógeðslega leðilegu Já. date þú veist, þau eru algjörlega búin að einhvern veginn að Þetta var allt góð skrif og ég held að, ég menna það var umræðum það, allavega við tölum það síðast þegar við vorum held ég að spjalla með þetta eða Allstar eða eitthvað, að það væri náttúrulega áhorfið fór snarminkandi og hefur farið Einmitt, alveg þannig að rétt. þau hafa þurft að einhvern veginn svona stíga upp bregðast Já, já, og ég held að sé miklu meira maður til þess núna pródúserarnir sé að, þú veist, handpika fólk sko, þú veist, sé að skáta það var smá gagnrýni á það með Tony Já. að þú veist, það er svo rosalega erfitt að komast inn í þess þætti einmitt, og mörgum fannst það ósængand að svo Já. væri hún einhvern veginn handvalin af því Já. að þú veist, hún var bara handvalin til Einmitt. þess að koma inn sko. þannig að, þú veist, já, veit það ekki. sitt hinn skverjan, svo vann hún hann að já, þú veist, ég meina var þetta Pópullinn hafi fílað það var gaman að hafa hana þarna, Já, skilurðu. já, ég var absolutt. mjög efins fyrst Já. þegar hún kom ég var bara, Einmitt. ég nenni ekki að heyra hana bandarinska Einmitt, hreip já, í sammála. mínum breska hætti en, þú Hinn veist, er breska þetta og Já, svo bara gekk þetta þetta var gott múf já. svo bara gekk þetta sko. Já, góð serja þetta var mjög góð serja ég er sammála því ég, hérna, ég ætla að reyna að halda þér aðeins einna byrju það er að segja ekki að halda þér en myndir þú eitthvað hérna, þú veist, myndir þú eitthvað sem þú þekkir til þess að fara í Lóðalanda Já, já, Aha, eitthvað svona sem ég þykir ekkert vola vendum en já er að leita að einhverju kláti þú veist, ég gerði einu svona fréttaskýringu Ég veit já, Love Island, Íslands Já. Love Island og það ég fekk bara þvert neði frá öllum sko. bara þetta borgaði sig ekki og væri á Ég held að dýrt sé að lesa þetta til í sko. af því að þú ætti að fljúa þeim öllum til Væri þetta Mallorca líka alltaf eitthvað algjör krins Einhverju ég Íslendingar myndi lofa að fá allan eina, þú veist, gera eina séri skilur, og það var bara að vera Þetta eitthvað fólk sem væri verður bara bara einhverju frændur og frængur og svo er alltaf eitthvað svona smá dílbækir í Love Island einhver byrja í Manchester og hinn einhvern veginn í Liverpool en hérna er þetta bara ég er í Kópavogi, ég er í Hafnarfirði þetta er svo ég byrja að reyða fyrir Já, nú, ok, já. hvernig Hvernig á að gera fjandanum er það þetta? Já, láta það virka Ég held þetta var að færa hvað segir, ertu að vinna í alvörinu og reyða Já, já, þetta var hrikalegt Yes. En ég væri til að sjá Íslendingi í þessu bara úti sko. já, það var henni geðið Já, ég, Kristoffer Eikóks, ég reyndi að hérna, við reyndum nú einhvern veginn að ég skræði einhvern veginn að fréttablaði.is ég ringdi hann í einhverju gríni að þegar einhverju vinir hans vildi fá hann í Love Island sko. Vana þeir hún fannst þetta ekkit eðlilega að fyndi sko. ég held að hann hafa nú aldrei verið að spáði en ef einhver, Kristoffer Eikóks, Já, geti og verið góður einmitt, íþróttamenn, góður þú fulltrúi, er það ekki? Ferillin búinn, Já. er það ekki? Er það ekki, þú veist, 40-50, jú, og er ekkit eðlilega í góðu, þú veist, líkamlegu 40, ásækomulegi, skilur Já. þú veist, þetta er illa ef ég myndi fara, þú veist, Já. það var þetta niðurlæng Nei, þú Þú væri veist, þetta yrði flottur niðurlæging. Þú væri flottur Nei, þetta yrði í Love rosaleg Island. niðurlæging. Nei, Ég var aðeins með loðna magan, þú veist, að þeir raka sér náttúrulega allir þeir eru allir rakar á bringun og rakar á maganum Já. eitthvað svona, skilur galin Þetta er hefðin þetta sko. sérstakar skepnir annars sko. Já, þetta er galin Já, hefðin þetta er galin hefðin galin hefðin, og svo kemur í vetur, eða ekki? sjálfsögðu. Tölum hérna All Stars, All-Stars. Já, Býðspennt mikið af fólki búið að senda mér skilum hvernig Það Love Island þátturinn kemur mér ánægður að verða við því Já, Heyrðu, er það ekki bara? Jú. Ekki bara að sleppa þér? ég segi bara Takk fyrir að bless hlusta og hérna já, við verum okkar stað þökkum Reykjus fyrir að hýsa okkur og já, þar til næst